Ég var örugglega frekar svona erfiður sjúklingur. Ég náttúrulega með svo mikla reynslu á baki, bæði sem aðstandandi og sem hjúkrunarfræðingur. Ég var að vinna á mjög þungri krabbameinsdeild. Ég fór í þessar meðferðir og þær bara gengur rosalega langt á mig og nærri mér. Ég var með göngugreind og sumpartinn var ég í hjólastól líka. Ég var bara orðin svo orkulítil eftir allar þessar meðferðir og sem ég náttúrulega brann mjög illa líka. Ég svona vandræðagemsi. En eftir þetta þá var bara meðferð lokið og það var náttúrulega alveg ansi stór biti að gyngja. Og þá var ég alveg bara í einhverja 1-2 daga bara í hræðslu á bara dimmasta stað sem ég fer á. En ég fer á Kristnes og þá ákvað ég bara, meðferð lokið, bæði til þess að hvíla mig og til að hvíla fólkið mitt aðalega. Svo kom hann bara til mín hann seinni daginn og með hjúkrunarfræðing með sér og þau náföl og bara segja mér það að það finnist ekkert mein. Ég vissi eiginlega ekki hvernig ég átti að vera. Ég svona hoppaði á þau eiginlega og faðmaði þau en gat samt ekki glaðst en var samt rosalega glöð út af að þetta er svo skrítið þegar maður að horfast í augu við dauðann í rauninni. Og ég veit að fjölskylda mín og vinir voru búnir að missa vonina og ég gat nú alltaf eiginlega sagt þeim út af að ég grét svo mikið en ég er ekki svo sama águstærna áður. Ég var alltaf rosalega kraftmikil og bara svakalega dugleg og maður er bara langt frá því að vera heill í dag. Ég finnst stuðningsnetið bara skipta öllu máli og bara ég trúi á því að það gerir bara kraftaverk fyrir bara margar fjölskyldur og einstaklinga náttúrulega líka. En það er bara, getur verið rosalega mikill léttir að tala við einhvern sem hefur verið á svipuðum stað og þú sjálfur. Og bara það að sjá manneskju sem er jafnvel alveg heil í dag eða kannski með einhverja fylgikvilla meðferða, ég veit það ekki. Það er náttúrulega bara dásamlegt þegar fólki líður betur og þótt að fólk sé deyjandi þá er það mjög þakklátt. Og líka það sem mér finnst mikilvægast í þessu stuðningsneti er að mæta fólki þar sem það er, nákvæmlega þar sem það er. Það getur verið á svo misjöfnum stað. Út af að þetta eru svo miklar tilfinningar og margvíslegar. Við vitum náttúrulega að fólk er mjög misopið. Og það versta sem að ég hef séð í þessu öllu saman er þegar fólk er algjörlega lokað og í afneitun. Það er náttúrulega bara, en maður verður náttúrulega bara að mæta fólki þar. Mér hefur alltaf þótt það alveg rosalega gefandi. Alveg ofsalega. Þegar maður er aðstandandi að þá ertu í rauninni svo hjálparvana. Þú getur ekkert gert. Á meðan þú ert veikur að þá er þetta svolítið í þínum höndum þótt að þú sért að fara í meðferðir og annað að það er bara oft erfiðar að vera aðstandandi heldur en að vera veikur. Þetta er gríðarlegt álag. Og fólk upplifir svona bara að segja bara hjálparvana það bara veit ekkert hvað það getur gert. Við náttúrulega erum bundin trúnaði og þetta fer ekkert lengra að þarna ertu samt búin að geta létta af þér og líður þá vonandi betur. En það er svo margt sem að maður er bara ekkert að pæla í þegar maður er að veikjast og er veikur. En það er svo margt sem maður hefur rétt á. Bara félagsráðgjafinn er bara í rauninni vegvísir allan annan frumskóg.